Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór. Þetta nú mjög erfið spurning og ég held að það hljóti nú bara að vera pabbi. Og það var nú bara svona, hann kannski ekki að segja manni mikið til en að bara lesa hestinn eins og hann og einbeita sér að því hverju sinni. Ég meina það það fyrsta sem maður læri mest í upphafi. Það sé bara mamma. Byrjaði að læra hjá henni og hún kenndi mér allt sem ég kann og í byrjun, alveg frá byrjun og svona hvernig það að vera hestamaður bara. Þannig að ég hef lært bóttið mest frá henni. Ég held að verður nú að segja að það séu svona tveir menn, það séu bæði Viðar Ingólfsson og Þorvaldur Árni. Báðir að kenna mig gríðarlega mikið, bara með þjálfun og reiðmennsku og bara allt og keppni sérstaklega. Já, það nú kannski fleiri en einn en mér nú minnistæðir bæði Þorsteinn Jónsson á Akureyri og Reynir Aðalsteinsson. Þeir kenndu mér mest að vera kurteis við hestinn og mjúkur. Það nú bara svona engin vafi að svona frammett eða svona unglingsárum og fram að þannig fyrir þetta náttúrulega pappa og afa og svoleiðis þá það Reynir Aðalsteins og svo náttúrulega núna seinni árin langmesta Mettu. Og af Reyni náttúrulega lærði maður svo margt svona veit ekki akkurat hvað en það var bara svo mikið, svo mikil spekingur. Það náttúrulega svo margir sko. Ég veit ekki hvort að maður getur tekið, ég hef náttúrulega lært mjög mikið af Gísla og ég hef lært mikið af svona samstarfsfélögum kannski upp í gegnum árin, svona kannski sérstaklega myndi nefna þá Eyjólfur Ísólfsson, Anton Níelsson og Þórður Neymundsson. Það er svona þeir fjórir eru kannski svona í fljótu bragði, svona þeir sem að dúkka fyrst upp. Það Hinrik Bragason, alveg klart mál. Ég hef bara verið mjög heppinn að hitta marga snillinga í hestheimum. Ég minnist kannski sterkasta minningin kannski Reynir Aðalsteinsson heitinn og fekk að kynnast honum dálítið og ríða út með honum og hann var mjög gefandi persóna og kenndi mér margt og svona þegar ég var óharðnaður unglingur. Og Þorkell Bjarnason heitinn, hann kendi mér ýmislegt líka. Ég fekk svona, ef ég var að nefna einhverja, svo náttúrulega samferðafólk og yngra fólk en ég sem maður lærir af, ekkert síður, og maður alltaf að læra. Ef við tölum hestamennsku svona almennt, eða reiðmennsku.